Jæja, góðan daginn krakka mínir. Ég heiti Ronald Björn Guðnason, ég er kennari og þú ert einhver nemandi að reyna að læra eðlisfræði. Þetta er eðlisfræði 203. Próf sem sagt frá maí 2014 og ég er að reyna að fara hérna í gegnum prófið og reyna að útskýra úrlausnirnar. Þannig við dempum okkur bara í þetta. Fyrsta dæmið er hana Eygló. Hún tekur aukaspyrnu í fótbolta og vill leggja fyrir skalla bolta sem er þá, eins og myndin sýnir, í þessa 22 metra fjarlægð hann bolti þarf að vera í 1,8 metra hæð, akkurat hérna. Þannig ef hún sparkar boltanum undir 20 gráðu horni, eins og sýndi hér, hver þarf þá hraði boltans að vera til þess að þetta takist? Þannig hver er þessi upphafshraði VAF0? Það sem við gerum alltaf í byrjun svona dæmi, í skákasti, eins og þetta dæmi, þetta er skákast, við byrjum á að finna upphafshraðan í x og y stefnu. Við þáttum hann í x og y stefnu, jafnvel þó við þekkjum hann ekki, þá setjum við samt upp jöfnurna. Hvernig á að gera það? Það er gert hérna. Hérna sjáum við x þáttinn af upphafshraðanum. Hann er þá upphafshraðin sjálfur. Svona kósinus svona þetta. Ímyndið ykkur hérna þríhyrning, ég er ekki með að teikna með þessa mynd. Hér er VAF0 og y-þátturinn er þá langhlið eftir þess að VAF0 sinnum sinusinn af þessu horni. En við erum að finna x þáttinn hérna fyrst. Hann er þá kósinusinn af þessu horni sinnum langhlið sem er VAF0. Þannig að þetta er x þáttur upphafshraðans. Y-þáttur upphafshraðans, hann er þá sem sagt mjög svipaður nema hann með sinusinn hérna í stað fyrir kósinus. Þetta eigið að þekkja. Ég ætla ekki að fara neitt nánar í það. En það sem við vitum er að x hraðinn, það er að segja x þátturinn af hraðanum í sérhverjum punkti, alveg sama hvar, er alltaf eins, hann er alltaf svo sami. Hann er alltaf svo sami vegna þess að það er engin kraftur í x stefnu sem að myndi gefa honum hröðun eða hægja á honum eða auka hraðan eitthvað slíkt. Hann er alltaf svo sami. Það er engin kraftur sem verkar á boltan hérna í loftinu nema þyngdarkrafturinn, hann er í y-stefnu, ekki x-stefnu. Þannig að þessi hraði í x-stefnu, hann má lýsa, hún má lýsa sem þessum hér. Það er að segja vegalengdina sem það fer á einhvern tilteknum tíma. Og þar með ætla ég skilgreina þennan tíma þó að skrifa bara 10 eins og sé einhver breyta, þá er þetta einhver ákveðin tími. Þetta er nákvæmlega sá tími sem að tekur boltanum að fara héðan og í þennan endapunkt hér. Þetta er sá tími sem við erum að tala um. Þá er x hraðinn, sem sagt hraðinn í x stefnu, hann er þá þetta x sem er 22 metrar deilt með þann tíma sem það tók. Við vitum ekki 10 og það sem við ætlum að gera næst, við ætlum að einangra fyrir 10, við ætlum að finna 10 eða setja upp jöfnu fyrir 10 með sjásti. Getum ekki fundið það raunni, ekki alveg strax. Sem er þá, við bara svissum hérna 10 og x, þetta er smá algebra. Og ég skipti ekki 10 og x fyrir ekki, ég var bara að bulla. En ég er að horfa á þessa hérna, þennan lið og þetta hér. Og einangra fyrir 10, það er þá 22 deilt með VAF0 svona kósinus svona 20 gráðum. Og þetta þurfum við aðeins að geyma, við getum náttúrulega ekki reiknað út vegna þess að hér er önnur óþekkt stærð sem er VAF0, það er óþekkta stærðir. Þetta er rauninni það sem á að finna í þessu dæmi. En það sem við gerum næst er að setja upp jöfnu fyrir það sem er að gerast í y-stefnu hér. Hérna er y-jafnan og þetta er bara það sem að við þekkjum úr grunnáfangunum sem frjálst fall í raun og veru. Ef ég myndi henda bolta beint upp í loftið, þá myndi hann hegða sér akkurat svona upphafshraðinn sinni tími, -0,5 gt í öruveldi. Þetta er mínus vegna þess að
í raun og veru stendur hérna plus, hálfur, a, sem 10 öðru. Það almenn jafna, en fyrir okkur þá röðunin neikvæð af því að við erum að tala þyngdarhröðunina. Og inn í þessu 10 ætlum við að svo að setja, nú byrstist þetta fyrir neðan, ætlum við að setja inn þetta hérna, það sem við vorum bara skilgreina áður. Ég segi þá, á 10 - 10, þá y 1,8 metr. Það stendur hérna, stærð fyrir y gefur hérna 1,8. Upphafsræðin í y stefnu, hann erum við með, hann þessi hér. Og stærð fyrir 10 sem sagt kemur allt þetta hérna. Það stendur hérna frá hann. Og síðan mínus hálfur gt í öðruveldi, mínus hálfur sinnum 9,8 sinnum þetta 10 hérna sem hér uppi, allt í öðru veldi. Núna erum við með jöfnu, þar sem eina óþekkta stærðin VAF 0, upphafsræðin, við erum að finna hann. Og það ætti þið nú bara að kunna. Hérna í þessum hérna styttist hann út, sem mjög þægilegt fyrir okkur. Þetta verður ekki stóra feita, þetta hérna, þessi liður rauninni bara ein tala, hér tala og hér VAF 0 í öðru veldi fyrir neðan strik, þannig við þurfum að margfalda með VAF 0 í öðru veldi til þess að losna við hann hér og fá með hann hér í staðinn. En þetta allt saman bara algebra sem þið þekkið. Hér fyrir neðan þá eitt skrefið viðbót, þá erum við með þessi hérna sínusin af 20, deilt með kósinus af 20, ég hérna stytti hann í tangensin af 20, þessi 22, þeir eru hérna svo semi, og síðan setja hérna mínus 1,8 að ég færi þennan hérna yfir, hann þá bara sama með þessum hér, og þetta allt saman margfaldaði með þennan VAF 0 í öðru veldi til þess að losna við þennan hér. Ég geri það líka við þennan hér, en hann styttist þá út og eftir stendur þá hálf þessi færist hérna yfir vinstra megin, þannig að það verður plus hálfur 9,8 sinnum 22 í öðru veldi deilt með kós í öðru af 20 gráðum og þessi VAF 0 í öðru veldi farin vegna þess að hann styttist út. Þetta gert hérna svolítið svona fljótt. Þannig við fáum hérna VAF 0 í öðru veldi þá bara sama sem allt sem stendur vinstra megin deilt með svegunum og svo tökum við kvadratrót. Og útkoman ætti þá að vera 20,8 metrar á sekundu. Og þið getið sannreitt þetta. Og þá erum við búin að finna upphafsræðan. Næsta dæmi. Þetta já, þú ert staddur á óþekktri stjörnu og vilt finna þyngdarhröðunina. Bæði A og B liður að finna þyngdarhröðunina með mismunandi hætti. Í A-lið með pendúl og þar stendur pendúlinn 1,2 kg þungur og snúrun 85 cm löng og sveiflutíminn 3,0 sekundur. Og glöggir menn sjá náttúrulega þessi 1,2 kg bara til þess að plata ykkur því að þetta ekkert neitt háð massanum. Við förum bara fljótt yfir sögu. Hér jafnan fyrir sveiflutíma pendúls þegar að hornið tiltölulega lítið. Ellið sem sagt 85 cm og breytum því í metra 0,85 og þetta allt saman bara við þurfum að einangra fyrir G, það það sem við þurfum að gera. Og mesta hættan hér í þessu dæmi ábyggilega algebran, hún sé eitthvað að stríða okkur. En þegar við einangra fyrir G þá ætti jafnan að líta svona út og svo setjum ég bara inn og ég fæ ykkur útkomu. Ég fæ 3,7 metrar á sekúndu í öðru veldi. Og aftur því verða sannræna þetta hvort að ykkur finnst þetta að vera rétt. Og í B-lið á að finna þessa þyngdarhröðun líka með því að reikna út frá massa stjörnunnar út frá radíusinnar sem gefin. Og þá það þessi hérna jafna, þetta kemur bara allt í einni kásu hérna.
En þyngdarhröðunin þessi hluti þyngdarkraftsins. Þyngdarkraftsjafnan. Þannig að þetta G hérna þyngdarfastinn. Þá tökum við massa stjörnunnar hérna frá í kílóum og radíusin í öðru veldi sem á að vera í metrum. Þannig að hann gefinn í kílómetrum. Það sökur að breyta honum í metra fyrst áður en að setja hann í annað veldi. Setjum við þetta inn og fáum 3,73 metrar á sekúndu í öðru veldi sem sama og hér uppi, nema hér svolítið sniðugt að í þessu dæmi hér í A-lið ég með 2 markverðarstafi og skila með 2 markverðarstöfum. Hér raunverulega ég með 3 markverðarstafi og ég má skila þessu B-lið með 3 markverðarstöfum. Þannig að máli leyst. Næsta dæmi. Þetta dæmi. Ok. Kúla hringsólast í skál og nær jafnvægi við hliðarhallan 35 gráður. Þar hún í 28 cm fjarlægð frá miðju. Þið getið ímyndað ykkur hvað að gerast hér. Þetta skál því svona hringsóli skálinni og kúla fer að færast frá miðjunni og kemst þarna jafnvægi við ákveðið horn. Og það sem best að gera hér þarf að finna teikna kraftamynd og ég fekk lána mynd úr glærunum mínum. Þessa hér. Að vísu þetta ekki bíll í þessu dæmi en þetta bara alveg eins. Þetta ekki bíll, þetta kúla. Þetta svona beygja með hliðarhalla. Þetta bara beygja með hliðarhalla, þetta bara alveg eins aðstæður. Þannig að ég nota þessa mynd hér sem bara fín mynd. Þannig að hér niður mg, krafturinn mg og við erum með þverkraftin hér og þegar við erum með svona skáhalla eða í beygju og þá notum við sama hnitakerfið og bara venjulegt, við breytum því ekki neitt. Þannig að við þurfum að skipta þessum f þver í y og í x stefnu og það raunverulega þessi x þáttur sem þarf að taka hlutverk miðsóknarkraftsins. Þannig að þessi f þver hér langhlið þessa þrýðnings hér og þessi hérna y þáttur þá f þver sinum kósinus þeta og þessi hérna sem bara sama og þessi hérna hlið þá f þver sinum sínus þeta. Ef við ekki viss á þessu sínus og kósinus þá verði ég aðeins að liggja yfir svona þríhyrningum og þeirri stærðfræði hortnaföllum að þetta verði að hafa hreinu. Það sem við þurfum að gera, við þurfum að reyna að finna þverkrafti. Hvað hann stór með tilliti til mg? Við vitum að þessi hérna kraftur lóðrétti f þver sinum kósinus þeta, hann verður að vera jafn stór og m sinum g. Þeir haldast í jafnvægi. Það þessi hérna sem svona auka, sem virkar þá sem miðsóknarkraftur. Ef við segjum að f þver kós þeta sama sem m sinum g. Það stendur þarna, þeta þá sem sagt 35 gráður og þar með getum við leyst út fyrir f þver, þannig þá mg deilt með kósinus 35 gráðum og þar með getum við vitað þetta hérna fr sem þetta því miðsóknarkraftur, hann verður að vera jafn stór á þessum hér. Það að segja að þessi kraftur hér, þessi x þáttur þverkraftsins, hann þarf að taka að sér hlutverk miðsóknarkraftsins, þannig að hann bara sama sem f þver sín þeta, f þver sín 35 gráður, hann þarf að vera sem sagt miðsóknarkraftur, þetta miðsóknarkrafturinn. Þetta f þver stendur hér, setjum það hérna inn, mg deilt með kós 35, mg deilt með kós 35, það sinnum sín 35, það verður að mg svona tan 35, það er sínus deilt með kósinus á sama horninu þá tangens af því horni. Þannig að þá erum við búin að finna miðsóknarkraftin, það sem við áttum að finna miðsóknarhröðunina. Miðsóknarkraftur sama sem
massi sinnum misjafna hröðunin. Þannig að ef við deilum þessu með massanum, þannig að massin dettur bara út, restin þá misjafna hröðunin. Þannig að misjafna hröðunin þá G tan 35. Þetta svolítið mikilvægt að skilja þetta. Að misjafna krafturinn mg tan 35, til þess að finna misjafna hröðunina, deilum við bara með m-i, af því að bara annar lögmál Newtons. F saman sem m sinnum a. Deilum þá m til þess að finna þetta a, þetta hér, og þar með getum við bara reiknað þetta út. G 9,8 tangent 35 og við fáum út 6,9 metrar á sekundu í öðru veldi. Máli leyst. Næsta dæmi. Hérna kemur svona dæmi sveiflu, þar sem að útslægið fallatíma, eins og ekki hér, x af 10 þá 0,35 sinnum kósinus af 5,5 sinnum 10. Þetta eitthvað fall, þetta kósinusfall náttúrulega, og síðan spurt A, B, C og það D líka til, þannig að það gefur bara næstu glæru. Hver tíðni sveiflunar? Og þeir sem vita ekki neitt, hafa ekki aðeins hugsað þetta náttúrulega komast strax í erfiðleika, en þeir sem vita pínu lítið, þeir geta sagt að þetta sé létt dæmi. Vegna þess að almennt, þarna verður búin að íta á fljótt, en það skiptir ekki máli. Almennt stendur hérna x af 10 saman sem stóra A, sveifluvíddin, sem kósinus af omega sinni 10. Og hérna stendur omega. Omega, hvað þýðir það? Omega hornhraði. Og hornhraði jafn stór og 2π einn hringur deilt með umferðartímanum, eða 1/10 líka saman sem f, þannig að það stendur 2πf. Þetta stendur einhvers staðar á formúlublaðinu að omega hornhraðin sé 2πf. Þannig að hver tíðni sveiflunar? Ef við vitum að omega hornhraðin 5,5 radíanar á sekundu og hann líka 2πf, þá getum við fundið f með því að deila þessu hérna með 2π. Það akkurat það sem við gerum og við finnum að tíðnin verður að vera 0,88 Hz. Svo, hver umferðartíminn? Ég var eiginlega bara búin að nefna það. Það stendur á formúlublaðinu líka. Kannski veit ég líka utan að umferðartíminn 1 deilt með tíðninni, 1/f. Þannig 1/0,88, við fáum 1,1 sekúnda. Þetta tekur 1,1 sekúndur að fara inn í sveiflu fram og tilbaka. Ok, hver mesti hraðinn? Við erum að finna Watt-max. Og ef við vitum ekki neitt og höfum ekki neitt, þá getum við alltaf gert eitt. Við getum diffrað þetta hérna fall, dx dt, og þá myndum við fá Watt sem fallatíma. Og þá fengum við hérna 0,35 sinnum sínusin eða mínussínusin af þessu hér, sinnum innra fallið sem 5,5. Þannig að þeir margfaldast þetta með 0,35, eða með öðrum orðum, þá myndi það sem stendur hérna framan sínusin vera akkurat Watt-max. Eða með öðrum orðum, þá Watt-max þetta stóra A sem þetta hér, sveifluvíddin, sinnum þetta omega. A sinnum omega. Þetta má skrifa á formúlublaðið sitt eða hafa það hjá sér. Og sveifluvíddin einmitt 0,35 og hornhraðin 5,5, þannig við margföldum þetta bara saman og fáum að mesti hraðin 1,9 metrar á sekundu. Þetta ekki flóknara þetta. Og næsta spurning, það var D-liður. Hver mesta hröðunin? Þá raunverulega tvídifrum við þetta hérna fall. Það sem að gerist þetta hérna omega, það margfaldast tvisvar hérna, það að segja stöðlinn fyrir framan hornafallið, hvert svo sem það verður eitthvað kósinusfall eða mínuskósinusfall, verður þá þetta hérna A sinnum omega sinnum omega, það að segja A sinnum omega í öðru veldi. Og þá það bara 0,35 sinnum 5,5 í öðru veldi. 11 metrar á sekundu í öðru veldi. Þetta mesta mögulega hröðunin.
og máli leyst, máli búið. Það bara næsta dæmi. Þetta tekur aðeins meiri tíma heldur en ég hélt. Svona dæmi, ég er ekki að ætlast til að þetta sé lært utan að svona myndir eða þessa tíðnir og bylgjulengdir pípna sem eru annarkvort lokaðar í annan enda eða opnar í báða enda. Og það spurt einmitt bæði í A-lið sem sagt spurt í opin í báða enda og í B-lið og eftir þá kemur þá hitt tilfelli að sé lokað í annan enda. En þá sem sagt að finna grunntíðnina og fyrsta yfirtón á 46 cm langri orgelpípu ef hún sem sagt opin í báða enda fyrst. Þá notum við efri myndina að því að hér sem sagt þetta opin í báða enda og við finnum bara það sem á að finna hér. Þetta stendur alltaf hérna bara runni. Þannig ég er bara að láta þetta flakka bara mjög fljótt. Fyrsta grunntíðnin, hún þá vaff deilt með 2L og 2L í rauninni lambda sem bylgjulengdin. Og þetta vaff í svona pípum alltaf hljóðhraði, þannig að þetta eru 343 metrar á sekundu og svo tilt með þessu bara að fá þetta hérna svar. Bylgjulengdin þá sem sagt það sem stendur bara fyrir neðan hér, 2L, það stendur líka hérna að L sé hálfu lambda 1, þannig að ég bara einangra fyrir lambda 1 sem bylgjulengd grunntíðninnar og ég finn hérna 0,92 metra. Og á sama hátt að bara þá nota ég það sem stendur hérna til þess að finna fyrsta yfirtónin. F2 bara tvísvarsinnum grunntíðnin, þessi hér, og bylgjulengdin L í þessu tilfelli, 0,46. Skoða þetta bara sjálf, ég ætla að fara bara hratt yfir sögu. Líka á hvað B-lið varðar, nú þetta lokað í annan endan, þá gildir aðeins öðruvísi jöfnur. Hér grunntíðnin og hér bylgjulengdin og fyrsti yfirtónn F3 en ekki F2 og bylgjulengdin þarna gefin líka á reiknuð. Verið vissum að þið kunnið að setja þetta inn og nota þetta rétt. Ég ætla að fara í næsta dæmi. Þá þetta með ljósi eða rauðvaglir. Þegar stendur rauðvaglir með 300 rauðvar á millimetr, þá svona fyrsta það sem maður þarf að gera að finna litla D sem bil milli tveggja rauða. Það þá bara gert með þessum hérna hætti við. Þetta eru svona margir metrar, 10 í -3 veldi, þetta 1 millimetr. Og deilum með 300, deilum með þessum fjölda rauða. Þá fáum við hérna bilið á milli rauðana. Ég breytti þessu strax í nanometra til þess að auðvelda bara reikninga á eftir að ég vil fá svarið í nanometrum eða stýttist út á móti þessu. Það kemur í ljós. Þetta jafnan okkar góða fyrir magnandi samliðun. Og ég einangra fyrir ég að finna þetta horn fyrst. Ég finn fyrst þetta horn og þið kunnið þá algebru, en ég seti bara inn þetta þriðja ljósrákin hér, þetta 400 nanometrar. Þetta sjáðu D seti sem nefnara í nanometrar, þannig að þessi nanometrar og nanometrar geta stýst út. Ef þetta verður ekki í sömu einingu þá þetta ekki rétt. Þetta verður að vera í sömu einingu. Þannig að við fáum hérna út 21,1 gráða. En þar með þetta ekki búið. Ég tek tangensuna því vegna þess að x á móti L tangensuna því horni. Þið verða að kannski tekna þetta upp til þess að skilja þetta alveg af hverju það en x það sem átt að finna. Átt að finna fjarlæðina frá miðju á skjánum og það þá L sinnum tangensuna að þessu horni, tangens 21,1 og þetta L fjarlæðin að skjánum sem 1,25 metr. Þannig við fáum hérna 0,48 metrar.
Svo spurt hvað þyrfti bylgjulengdin að vera stór til þessu önnur ljósrákin. Það er að segja að nú er m saman 2, hittir í sama punkt eða hittir í sama punkt. Við erum að tala sama raufagler, sami punktu þýðir að við erum ennþá að tala að hornin sé 21,1 gráða. 21,1 gráða. Notum þessa hérna jöfnu, búin að einangra fyrir lambda, fyrir bylgjulengdina og setja allt inn. Sín 21,1 og svo framvegis. Og hér setja ég aftur inn d í nanometrum og fæ ég svarið út í nanometrum. Fæ ég akkurat 600 nanometrar. Þá er bylgjulengdin það og ég er búin að leysa dæmið og ég ætla að vinda mig bara í næsta hluta. Það var stíðalegu líka, gleymdu honum. Já, hvað má búast við að geta séð margar ljósrákir úr alið? Já, þannig að, sko, við getum séð svo margar rákir ef við stækkum hornið, stækkum. Hvað getum við stækka hornið mikið? Við getum bara stækkað fræðilega upp í 90 gráður. Allt annað myndi aldrei lenda á skjánum fyrir framan okkur. Ef við fyrir að fara yfir 90 gráður, þá erum við að senda geislan tilbaka á rauninni. Þannig að við notum 90 gráður og sínusinn á 90 gráðum er 1. Þannig að það er bara 1. Þetta er það sem ég var að segja. Og finnum þetta m. Setjum allt inn. D eftir sem á 3333. Þetta hérna er 1 og bylgjulengdin var 400 nanometrar úr alið. Þannig að við fáum hérna tölu sem er 8,3 en svarið okkar er þá bara 8. Þá sjást 8 rákir, ekki fleiri. Þannig að þá er ég búin að leysa það. Næsta dæmi. Finnið rúmmál af 1 móli af einhverju gasi að því gefnum þegar hegðun sér eins og kjörgas við STP sem er staðal hitastig og þrýsting. Já, ekkert mál sko. STP þýðir að þarna fór ég aðeins langt. Að þrýstingun er 1 loftþyngd sem er þetta hér og hitastig er 0 gráður sem er þetta hér í Kelvin. Þannig við einangrum fyrir vaff í kjörgasjöfnunni, nRT kemur bara beint hérna 1, þetta er allt bara staðalað og setjum bara inn í jöfnunni P þetta hérna og fáum inn þessa rúmmetra sem að jafngildir ef ég markvöndum með 1000, 22,4 lítrar. Þá er ég búin að leysa það. Og ef að þessu gasi er þjappa saman í 10 lítra við óbreytt hitastig, hver verður þá þrýstingurinn? Ef hitastig er óbreytt, þá er þetta óbreytt, R er fasti, þá er nRT fasti. N sem R sem T er fasti, sem að þýðir að P1 sem er vaff1 er saman sem P2 sem er vaff2 og ég á að finna P2, einangra fyrir P2, setja upp nýja jöfnu hér og setja inn í jöfnuna. Og ég set bara inn 22 hérna, vaff2 eru 10 og þessi þrýsting var bara 1 loftþyngd hérna, þannig að þetta verður 2,24 loftþyngdir eða 2,27 Pascal. Þá er þetta 8. dæmi, þetta er að fara upp í hálftíma hérna hjá okkur. Hve mikil orka skilast til umhverfisins þegar 15 gram af 100 gráða heitri vatnsgufu breytist í 20 gráðu Celsius vatn. Þetta var held í tímadæmi eða heimadæmi ekkert tíman, en hérna er bara svarið komið. Þetta er sá varmi sem þyrfti að hita vatni frá 20 gráður í 100 gráður og þetta er sá varmi þannig að þyrfti til þess að fá fasaskipti. Þetta er fasaskiptavarmi hér. Þannig við setjum bara inn í jöfnuna m vatn er 15 grömm, það er 0,015 kíló. Þetta er eðlis varmi vatns og hitamismunurinn er 80 gráður frá 100 niður í 20. Svo aftur hérna massi vatns og uppgufunarvarmi vatns.
passa ykkur að sem 10 þriðja veldi vegna þess að það er oft hérna uppbyrna varmi er í kílójúlum, ekki í júlum, þannig við þurfum að passa ykkur á því. Út kemur hérna 39.000 eitthvað, ég skrifa bara strax 39 kílójúl. Þá er það bara komið. Og B-liður er, já, nú er 100 watta kæli við notið til þess að eyða orkunni. Það er hvað tekur langa tíma. Ég er búin að setja það bara svarið strax hérna líka að þetta er afl. Hvað heitir það, jafnan, vinna deilt með tíma, vinnan er þessi orka sem við erum að nota, við erum bara að finna hana, hún er 39.000, ég nota svarið úr A-lið, beint hérna inn úr gluggunum á vasareikninum, deina með 1000 og þetta er nú bara mjög auðvelt, 10 þriðja, deilt með 1000, 39 sekúndur. Þannig við erum búin að leysa þetta og þar með erum við búin að leysa allt prófið og ég vona að þetta hjálpi ykkur eitthvað.